Herru, já, við erum hérna komin á Tuddan og ég er hérna með strák sem er talin enda bestu CS-spilurum á Íslandi. Það er Páll Sindri Einarsson og við erum hérna á annar umferð í úrslitunum í Tuddanum. Hvað segist? Bara ljómandi góður, spenntur. Bara svona til að byrja á spurningum, hvaðan kemur Nikki Palli Bondi? Það er reynir bara mjög random sko. Ég heiti þetta einhvern veginn bara ég var að leika mér og mér gekk vel og ég bara stikkaði það sko. Já, ok. Það er ekkert flóknara en það sko. Já, ok. Hvernig dagur er lífið Palla? Það er bara vinna og CS og fótbolti og bara alls konar. Ég er bara áhuga mjög miklu sko. Já, ok. Hvað ertu búinn að spila CS lengi? Þú veist, hvenær kviknaði áhuginn almennilega fyrir þessu? Það var svona almennilega eftir fermingu. Ég fekk sér að fermingatölvu og þá svona kviknaði þetta almennilega sko. Já, varstu þá 1,6 eða sós? 1,6. 1,6, já, ok. Bara dæhært 1,6? Já, ok. Hvernig er stemman í liðinu þessu er? Hann er mjög góður, aldrei verið betri en ég. Við hefum aldrei verið jafn skipulegar núna og eftir að Danni kom inn í liði. Já, og liðið náttúrulega hefur gengið undir mikla breytingar eftir að Danás kom og það vita nú allir að Danás á sinn skemmtilega persónuleika. Hvað, er það ekki gengur bara vel? Það er bara mjög vel sko, bara mjög skipulegar og já, þetta er bara miklu skemmtilegri Counter-Strike sko. Já, æðuðu mikið fyrir þessu úrslitu? Já, veistu, við ætlum að Danni kom bara inn í liðið fyrir 3 vikur síðan og við erum búin að vera að spila svolítið mikið saman og reyna að púsla þessu saman sko, þannig að þetta er bara flott sko. En byrju, hvað með þig sjálfan? Æfirðu mikið svona, þú veist, utan skrimma á leikjana sjálfa? Já, ég er virkilega gaman að leika mér á deathmatch og alls konar svona sko, ég hef alveg metnað fyrir því, það veist. Já, ok. Hver er svona erfiðasti íslenski andstæðingur í þínum augum? Ég myndi segja Óvirkur. Óvirkur? Já. Já, ok, hann er nú frekar Óvirkur. Hvernig hefur senan breyst síðan þú varst hérna í tölulistunum minn í fyrra? Hefur þetta, þú veist, sýnist þér áhuginn að aukist mjög mikið, allavega með við í fyrra? Þetta er miklu stærra. Strákarnir eru að gera rosa mikið fyrir þennan leik og bara allt í kringum þetta. Þetta er miklu flottara og meiri áhugi fyrir e-sport á Íslandi. Já, þið tókuð náttúrulega þátt í, núna í lok sumars tókuð þið þátt í heimsmeistaramótinu í CS og kepptuð þið alveg heimsklassa spilara. Fannstu eitthvað firring í magann þegar þú loggaði hérna á server og sástu að helmingurinn af Envious var á móti þér í hinu line-upinu eða varstu bara staðræðan og að komast langt og reyna að kýla á þetta? Ég veit það ekki, ég verði einhvern veginn bara ekki stressað í þessum leik lengur sko. Maður var það þegar maður var yngri og skipti mig engu máli móti hverju mér að spila sko. En það sést það kannski. Já, það sést alveg hversu vel þú spilar. Hver er tilfinningi fyrir þig eins og strákur sem þig að, þú veist, vita að fullt af Íslendingum eins og meðal annars ég og aðrir eru að fylgjast með að spila? Bara virkilega gaman, það er gaman að vera góður í ykkur og maður nýtir sem bara betur sko. Já, ok. Herru, svo erum við svona smá öðruvísi stíl, ég með svona bjóðu til svona sem quiz. Þú ætla bara að svara hratt og ég ætla að spyrja. Ok, herru, mappið Dust 2, þú seti hvort plantar á A eða B? A. Þú ert 7. kall, hvort kaupir 5-7 og flash eða diglu? Dígur. Skóli fyrir? Töffara. Tequila eða vodka? Vodka. Ja, uppáhalds skinni í CS? Færisarbent, AK. Besta mómenti í CSGO 7? Hann á 30 bomba Frakland. Hvernig lýsir þú CSGO fyrir barni? Geggjaður. Takk fyrir það. Ertu með eitthvað lokaorð fyrir einhverjum eða viltu þakka einhverjum með eitthvað svoleiðis? Bara geggjað að koma inn og sjá alla þessu umgjörð sko. Þetta er bara geðið sko. Svona átt að vera. Takk fyrir og gangi vel í dag.